XML-staðalinn, hann verður samt ennþá binary, þannig að ef ég ætla mér að opna með bara ég hef sagt þeim að sko, ég kannski býði þeim forréttindum að ég þetta með allar athugasemdir sem komið fram í öllum löndum heimsins og svörin við öllum. Þannig að ég fagna því að fá fólk sem heimsóknir eru engin tegund til þess að skoða það í sameiningu. Það eru fullt af spurningum, við höfum takmarkaðan tíma, boðaður fundartími var reyndar að renna út. En ég ætla bara að óska eftir því að við lengjum fundinum 10 mínútur og við svörum spurningum eins lengi og við höfum þá tíma til. En að það verður vantilega að boða fljótlega til stofnunar tækninefndar og þess að þetta mál verður rætt ítarlega. En byrja hérna. Já. Mér langar til þess að leggja til þess að þessi fundur áliti að það sem að örskamur tími fyrir stefnu fyrir Staðlaða á Ísland að taka afstöðu varðandi flýtimeðferð Office Open XML að þessi fundur áliti að Staðlaða á Ísland greiði atkvæði gegn því að þessi flýtimeðferð verði samþykkt við það. Það er mótmælið. Ein lítil spurning bara, hann að tala að greiða atkvæði gegn flýtimeðferð, ekki gegn staðlinum sem slíkum. Ef það er flýtimeðferð þá... Það er ekki verið að greiða atkvæði flýtimeðferð. Það er flýtimeðferð ekki, það verður að greiða atkvæði staðlinum. Má ég spyrja hvaðan kemur hugmynd flýtimeðferð? Hvaðan kemur hugmynd flýtimeðferð? Er þetta flýtimeðferð? Það er eitthvað misskilningur. Þetta er ekki venjulegur staðlaferli innan ISO. ISO-nefndin, eða JPC, hún tekur við öllum athugasemdum, hún fjallar þær, tekur afstöðu til þeirra og gerir grein fyrir því í skýrslu sem á að liggja fyrir eftir einhverja mánuði. Það verður greitt atkvæði annan setning. Það er verið að safna saman athugasemdum og greiða atkvæði hvort að þetta frumvarp sem núna liggur fyrir, þetta 6.000 blaðsíðna frumvarp, hvort að það telst henta sem alþjóðlegur staðall eða ekki. Við þá, ef Íslendingar, ef við hugsa hagsmuni okkar, ef við höfum einhverja sérstakar athugasemdir sem að snúa að okkar sérstakar athugasemdir sem snúa Íslandi, þá munum þær aldrei fara inn í þetta prósess núna fyrir 2. september. Þannig að við munum greiða atkvæði það ekki bara já eða nei, athugasemdalaust. Og það er eins og ég sagði, þetta verður tekið fyrir innan nefndarinnar, allar athugasemdir. Já, en við getum ekki komið athugasemdum að, er það ekki of seint fyrir það? Það er það sem ég spyrja. Ég sé ekki að við höfum tíma til þess á 5 dögum að... Nei, þannig að atkvæði okkar mun vera já eða nei, athugasemdalaust. Það er ekkert sem segir að við verðum að greiða. Við þurfum ekki að greiða. Ef það eru athugasemdir formgerð einhverja, þá getum við blandað okkur inn í þá umræðu og tekið afstöðu og haft áhrif. Getum við skrifað undir athugasemdir á ensku frá öðru erlendum aðeim? Við erum sammála þeim og sett það eins sem okkar. Fyrir 2. september? Já. Það gerist ekkert fyrir 2. september. Ég ætlaði bara aðeins að tala með staðar að það er náttúrulega mjög jákvæmt að Microsoft sé að gefa frá sér þennan staðar og ekki búin að fara það að segja og að þetta sé afturvirkt þannig að það sé hægt að lesa öll gömul forrit. Hins vegar sem sagt að þetta er 6.000 síðna plagg. Það er til annar staðar sem heitir Open Document Format sem er 700 síður. Og það sem er svolítið sorglegt er það ef að framtíðarskjöl munu verða skrifið samkvæmt einhverjum 6.000 síðna staðli þegar hægt er að skrifa jafngóð skjöl eftir 700 síðna staðli og fyrir einhver sem að vinnir á þjóðsöfnum heimsins að það hlýtur að vera einfaldara fyrir ykkur ef framtíðarskjöl, því að ég reikna ekki með að fólk sé að hætta að skrifa neitt, það mun þetta áfram. Framtíðarskjöl verði skrifið eftir sem einföldustu og effektífustu staðli. Og ég lesið þennan staðar og það var maður sem fór í gegnum þennan nýja staðar og reyndi að afdjampa skjalinu, breyta sjálfur, hann las sig í gegnum leiðbeiningarnar og honum tókst ekki að fá þetta Office, afsakið ég hef aldrei notað Microsoft hugbúnað en það hefur verið mjög gleðilegt hvað það hefur verið alltaf auðvelt að opna slíkar skjöl sem að koma slíkum hugbúnaði undanfarandi ár en ég hræddur að það verði
breyting á því núna, að hann opnaði, breytti sig yfir í textaskap, breytti, samkvæmt reglum, þjappaði þessu aftur og þessi Office-hugbúnaður kann ekki lesið skjalið þess. Því að þá vil ég gera leitt en ég ætla að stytta þennan punkt mjög úr þessu. Tryggvi hefur óskað eftir að fá að taka til máls, hann hefur safnað sínum athugasemdum. Þetta við hann vera ekki mjög langorðan. Síðan ætla ég að bjóða Sveini að eiga síðustu orðin í þessari umræðu og bíða svo Guðbjörgu að fara yfir það hvað mun gerast næst. Það gefur explicit leyfi fyrir sínum patentum í þessum staðum. Sem er mjög gott. En hins vegar, ef að við tökum ákveðum að implementera bara hluta af staðnum, þá höfum við ekki leyfi, það er ekki gefið implicit leyfi, það er gefið explicit leyfi. Þannig að ef að einhver notar þennan staðan og bara út af hann, þá er hann á hættu að brjóta patent. Það gerir að vísu open document ekki og gerir format 1. Ég held að það sé svona, ef að það er einhver spurning það að maður sé að brjóta patent, þá á maður ekki að taka upp staðan. Ef að það verður resolverað, þá hljóða þetta kannski öðruvísi. Eitt af því sem að ISO leggur fram sem grundvöld fyrir því að taka upp staðan er það sé búið að implementera. Eftir því sem að netverjar segja, og það hefur nú ekki alveg, það er ekki allir sammála því, en það hefur komið upp sem sagt að búa til skjal í Office, breyta því í texteditor og þjappa því aftur og opna það og þá fær maður svona einn ákveðin fingur upp í loftið og jafnvel critical catastrophic failure. Og það er kannski ekki meðmæli með því að Office-hugbúnaðurinn fari eftir staðnum. Ég er mjög sáttur við það að Microsoft skuli boða til þessa. Ég held að þetta muni verða svona svipað eins og 1999, það muni verða geypileg vinna næstu 1-2 árin og svo muni þetta loknast út á sem róleitum og tegja drófis. Hvers vegna ætti nokkur að nota OXML í annað heldur en svona gagna fornleifafræði? Fyrir ný skjöl þarf að segja. Fyrir ný skjöl þarf að segja. Ég held að þessi bara, nota þetta að ákveða það að það sem þeim líkar betur við. Já. Ég held að sé bara því fleiri staðlar því betra. Fagnar því að menn taki jákvæmt til það að Microsoft sé búin að losa sig frá þessu skráðsniði, en það er þetta nákvæmlega sem að snýst og ekki neitt annað. Ég er líka mjög ánægður með að skuli koma þessar athugasemdir út af því að ég fullyrði að flestar athugasemdir sem byrjum misskilningi og óska í rauninni eftir því að menn reyni, út af ég er að reyna að kynna mér þetta með hlutlægum hætti en ekki, ég les báða hliðar. Ég er búinn að hringja í sumaður og ég er svona að reyna að setja minni í þetta. Mjög mikið af gagnrýninni á bara rétt á sér og sjálfsagt að koma menn fram til þess að breyta og bæta staðalinn. En það er einnig að samanskapti. Við getum ekki komið gagnrýnir á framfæri. Nákvæmlega tekið þau og samþykkt OpenXML sem fullgildan og jafngildan staðar við ODF. Og það myndi nú einhverju segja að væri svona ákveðna fréttir og ákveði svona gæðaskiptil og það sem er búið að eiga sér stað þar. Þannig að eins og segi, flestar athugasemdir held ég sér betur misskilningi eða sé eitthvað sem þetta en það sem að raunverulega er rétt að segja, það er eitthvað bara sem við það bara komum til skila. Þetta er ég eftir náðu ekki fyrir annars september en fáum þetta tækifæri til að láta aðra gera það. Fínt, það kom póstur þarna fyrir fundin frá Apple þar sem þeir lýsaði stuðningi við þennan staðar. Þannig að við vorum beðin að koma því á framfæri. Nú, þetta verður lífleg nefnd sem að ræðir þetta mál í vetur næstalega og það verður að vanda vel til valsins á þeim sem að þar sitja. Það er að vanda vel til valsins á formanni nefndarinnar